segir Frikidór hér í þessu stórkostlega lagi. Margir vilja meina að þetta sé eitt besta lag sem gefur verið út á Íslandi. Og já, ég ætla ekki að fara að efast fólki í landinu. Þetta er lagið Sjömle með Frikidór, Sveppa og Gauta Blö. En klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan, miðvikudaginn. Og eins og glöggir hlustendur heyra, þá hobbitinn Sveppi Krullmættur hér. Hefðu glöggir hlustendur heyrt það? Já, þú varst með þetta eru svona þína stunur. Fólk kannast eða svo líka margir sem að hlustu vonandi í gær og þá var Pétur Jóhann hérna. Fastakúnarnir. Já, þannig að þeir svissuð strákanir og þannig að Sveppurinn verður með mér hérna í dag. Já, og er komin í þennan þvílíka gír, maður. Já, veistu að ég er bara í einhverju fantavíling núna. Nei, það er til að þetta ég var. Það er bara þannig. Bara svolítið. Er það því að Sjömle er á eða? Það er líka svo mikið sumar í manni. Og stórkostlegt veður hérna undanfarna daga. Já, maður er bara á tippin úti, sko. Þetta er ekki hægt, maður. Maður er bara búinn að sólbrenna á punginu. Já, maður er allur brunninn og maður grillar öll kvöld. Nei, þetta fer að vera þreytt. Þetta er ekki hægt lengur, svona ángríns. Já. Það er að gerast hérna. Ég er bara hættur að láta pyrra mig. Já, ég líka reyndar. Mér er bara nákvæmlega sama hvernig veður er þegar ég vakna. Nenni ekki að pyrra mig á svo hverjum degi. Það er ekki sem að sé bara alltaf úti. Nei, það er alveg rétt, en væri maður ekki aðeins meira úti samt eða væri í lagi með veðrið? Ég myndi skilja að það er pirrandi að þú ert að malbygga eða ert að mála línurnar og göturnar eða reyta arfa eitthvað, þá er það ógeðslega leiðir. Já, það er endur ekkert búið að vera svo rosalega kalt neitt, en það er bara alltaf rigning og engin sól. Maður er alltaf í bíl, svo stoppa maður, hleypur inn í hús, vinna, út í bíl, heim, inn í hús. Og ert ekkert úti hvort þið er, mennaru? Nei, ekki þetta viti, sko. Nei, ég skilji. Ég myndi grenja að vera barn. Já, nákvæmlega. Það er alltaf úti í pollagala. Já, en við erum með frábæra þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að vera með svona með blanda af þriðjudags og miðvikudags dagskrá. Við ætlum að fara í dagskrálinn gripið frammi, sem við nú ekki fara oft í, en hefnaðist ríkalega vel síðastur fórum í hann. Já, mjög skemmtilegt. Þá ringjum við eitthvað og leipum þeim sem að hringtir í aldrei að, gripum alltaf frammi fyrir honum. Svo eru Sturla staðrindar á sínu stað. Gummi Ben, eða Gummi Ben, eins og ég kalla hann. Gummi Ben? Já, hann er á leiðinu til okkar og það er í fyrsta sinni sem hann kemur sem gestur í FM 95 Blö. Ertu að menna það? Guðmundur Benediktsson, sennilega, minn uppáhalds íþróttafréttamaður. Já, hann er fínt, sko. Hann er alveg með þetta, sko. Og hann ætlar að kíkja hérna á okkur á eftir. Svo ætlum við, Sveppi að fara í miðvikudags dagskrárliðinn, skellt á mig. Skellt á mig. Þú ætlar að kenna mér hann á eftir. Já, þú vilt meina að hann verði skítléttur, en hann gæti komið á óvart. Og já, fleiri liðir. Þetta er... Það er svona sitlítið að hverju, sko. Já, það er hellingur að vera. Það verður létt yfir strákunum. Það er alltaf létt yfir okkur og það er ekkert að fara að breytast. Nei. Það eru ýmis mál líka sem við þurfum að fara að ræða. Já. Það er sérstaklega eitt sem við vakið gríðarlega athygli hér á Íslandi. Adam Sandler, hann er ekki að fara að vinna með neinum Íslendingum. Nei, heyrðu, hann er með all lórið niður sem hann gestur. Ekki á næstunni allavega. Þetta kom mér í opnu skjöldu. Já, þetta var hrikalega leiðilt, eins og þetta hljómaði skemmtilega. Ég viðurkenni það, á ákveðnum tímapunkti hljómaði þetta This is too good to be true. Já, og þú veist hvað ég segja, það var gott til að vera satt. It usually is. Yes. Eina sem að blekti mig pínu í þessu var það, ég meina, þessi gestur, þetta ekki strákar sem skrifaði Tríó sem var hérna á RÚV. Jú. Já, eina svona sem fekk mig til að trúa þessu að hann væri að skrifa bíómynd með Adam Sandler. Það var bara þegar ég fór svona að skoða síðustu bíómyndir Adam Sandler. Ríkningur sem hefur verið í gangi þar. Þannig að það er svo sem ekkert komið óvart. Það er reyndar alveg hárið. Það er ekki búin að vera upp á marga fiska, en ég Þú neitar að gefast upp á hann. Já, ég sé allt með Adam Sandler. Já, ertu búin að sjá Jack and Jill, eða hvað hét hún? Já, ég er búin að sjá Magnaðinni. Já, hvernig var það? Hún svona... Var ekki ógeðslega að fyndi? Hann er bæði kona og kall, þetta er svona allavega Eddie Murphy, hún hefur tekist að gera þetta yndislega. Hún reyndar stuðaði mig, Stuðaði, hún myndi og bara horfiður og ekkert annað. Já, ég veit. Það var ekkert að vera, ekkert að reyna að krema það eitthvað. Nei, það var ekkert að vera að verja Sandlerinn sem myndir ógeð, ég gæti ekki meir en hálfa, sko. En svo veit maður ekkert hvað er sagt á logi, skilju, þetta er nú bara eitthvað sem DFF dróðu upp, eða ekki? Jó, menna, kannski er hann að vinna með honum. Nei, ég segi það nú kannski ekki, sko, en það er kannski ekki öll kurl komin til grafar. Nei, en það hefði verið gaman, hefði þetta verið að detta inn. Já, frábært. Tengjan í Ísland. Ef og hefði. Já, við ætlum að vinda okkur beint í frábæra tónlist. Það er að detta í glæðin í tónlistar klukkutíma hérna á FM 957. Staldri við. Það heiti Pink. Baby. If you're written
ekki að spyrja vinkonu okkar henni Pink, hún kann sko að segja frá í lögunum sínum. Já, þetta var Pink eins og sagði hér áður. Ég heiti Sverrir, Öddi á móti mér og við erum á leiðinni í slúður. Það rétt, það fínasti slúðupakki hér handa ykkur kæru hlustendur og ja, hann tengist Íslandi svolítið að þessu sinni. Já. En ég var að spája að ræða bara eins við, sko, málið það. Eitt sem að bara fjölmiðlar eiga að gera, það að bara sleppa því stundum að fjalla vissa einstaklingar sem að sækjast eftir ruglinu. Ég að tala hérna Leon C. og Bubba Mortens. Já, þau eru byrjuð saman. Já, eru nýtt par, hann labbaði frá, nei, herru, hérna, Bubba Mortens, já, sagði bara Leon C. óbeint að þegja í pistli sem hann skrifa á pressinu núna í vikunni. Það er gær að ég held. Já, ok. Og hann orðinn þreyttur á ásökunum Leon C. Og hann segir hér hann Bubbi, svo vel þekki íslenska tónlistarbransan og Björgun öllu þessu gífur og ásakanir ílskuðinnar í garði bull, skrifa Bubbi. Sumt fólk getur sungið og gerir það vel, aðrir ekki. Sumir hafa hæfileika og aðrir ekki. Og hann segir að hún sé búin að fá nóg út úr íslenskum fjölmiðlum og þetta grín sé bara orðið gott, segir Bubbi Leon C. Þannig að hún sakaði Bóhu einhvern rasisma og eitthvað. En nú var, Leon C. að svara fyrir sig bara á Facebook síðunni sinni í dag. Er hún á Facebook? Já. Og Henni sem vini mínum. Já, það sniðugt þér. Leon C. skorar á Bubba í einvíi fyrirsögnin. Í hverju boxi? Nei, þú ert hæfileikalaus með öllu, segir söngkonan. Bubbi, þú hljómar eins og geltandi froskur. Þú ert hæfileikalaus með öllu, segir tónlistarkonan Leon C. á Facebook síðu sinni. Það sem hún vandar Bubba Mortens, ekki kveðunar. Hún svarar þar pistli sem Bubbi skrifaði í dag, þar sem hann segir að hann sé komið nóg að svífur ykkur Leon C. Svo segir Leon C. Hann segir sem Leon C. að fara að þegja og á Facebook síðu Leon C. skorar hann að Bubba í tónlistareinvígi í Bandaríkjunum svo hann geti sannað að hann sé gættur hæfileikum. Ég mun senda þig grátandi tilbaka, segir hún. Það svo mikið af ykkur risrekna hvíta ruslara tónlistarliðum til þess að berjast einn indverskan tónlistarsnilling, segir Leon C. meðal annars. Og þetta náttúrulega, þetta ekki hægt, sko. Þetta alveg frábært. Hún farin að rífast bara í fjölmiðlum við Bubba Mortens og Björgun Halldórsson, bara tvo okkar bestu. Hún náttúrulega eitthvað klikk. Maður á, eins og ég segi, það á bara íslenski fjölmiðlar eiginlega bara hægt að fjalla þetta allt saman. Því að þetta ekki það sem hún sækist eftir? Það svona rugl, því að ég meina, það ekki verið að spila tónlistinnan og það ekkert af því að hún indversk prinsessa, það bara því að tónlistinnan ekki nógu góð fyrir, eða allavega ekki rótast þær hér í landi. Hvenær flutti hún til Íslands, veistu það? Það einhverja aldir síðan, maður. Ég man eftir auglýsingum frá henni þar sem þá var hún Já, maður auglýsa að koma að dansa í partíum og svona. Já, þá var hún að sína sér brjóstin og svona, sko. Já, það ekkert með tónlistin að gera, en Nei, þú veist. Það eitthvað sem mamma var að panta í afmæli fyrir þig, eða hvað? Ég reynda fekk hann í 8 ára afmæli mitt. Þetta það ábærilegt að fjalla þetta. Nei, akkur hún svona mikið steik? Ég held að þetta bara, hún þrífst á þessu, held ég. Ég held að þetta sé akkurat það sem hún vill með því að vera að rugla svona aðra tónlistarmenn, sko. En hún kannski hún að segja satt? Já, þetta væri svo allt satt hjá henni. Það mitt. Maður veit allt, veist, nú maður farin að draga, sko, eins og með gest, skilurðu? Sem að sagðist að hafa hitt Adam Sandler og verið búin að skrifa undir samning og nú það eitthvað allt í pati. Já. Leon C. að segja eitt og annað. Ég farin að hugsa, sko, ég treysti engum. Nei. Ekki eins og í fjölmiðlum en þú lítur að treysta eyrum og hlustum þinni, eða ekki? Jú. Hvernig finnst þér lögin hennar Leon C? Ekki góð. Nei, en það náttúrulega bara smekksatriði, skilur? Já. Það bara sem ég finnst. Og mér finnst lögin hans Bubba ágætt, sko. Já, Bubba nokkur stórkostleg og Bó náttúrulega líka. Já, en sko, maður veit ekkert hvort að þeir séu búinir að vera að segja eitthvað hana, sko. Jú, hættus. Og svo Ég að pæli að standa með Leon C. í þessu máli. Já. Sveppi kemur Leon C. til bjargar. Já, hvernig þá? Með að segja og trúir engum? Það bara að segja að Bubbi og Bó séu bara fávitar. Og við séu líka búin að reyna að bóla þér úr íslenskum fjölmiðlum öll þess ár. Hún ein í baráttunni. Hugsaði að vera ein í þessari baráttu. Nei, Viktor náttúrulega. Eins og klettur. Já. Nei, ég veit ekki, ég alveg sammálaður, hún hefur komið til okkar í þáttin, hún er svolítið steikt. Já, en þú veist, það var líka bara eins og að vera að fá rockstjörni í þáttin. Já.
Það voru bara kröfur og hann mátti ekkert opið og við máttum ekki snerta neitt sem hún ætlaði að fá sér og eitthvað. Nei, hún bara þurfti að fá flöskuna innsiklaða. Já, ég veit ekki. Hún vildi rífa innsikli sjálf svo við vorum náttúrulega ekki búin að eitra fyrir henni. Nei, það mikið í flöskunni eða eitthvað. Já. Og það var líka, við blönduðum ógeðstrykk. Það þurfti alltaf vera nýtt og fest og þetta var eiginlega bara eins og verðum að búa til handinni samlókuð eitthvað. Já, þetta var bara steikt sko. En svo skuttlaði Sverrir Bergmanninn aftur í Sandgerði og það var virðist frábær ferð tilbaka. Alveg rétt, já, við erum að borga. Já, svo var ég með eitthvað ömurna slúður. Var þetta eina slúðrið? Já, ég bara vildi aðeins fjalla þetta í slúðurinn í dag því að ég átti engan pakka handa þér. Nema Chris Humphries, fyrrverandi Kim Kardashian sem var giftinn í 70 daga. Hann á markaðinu núna. Þetta ekki ákveðt að berja þig. Var það ekki Lindsay Lohan og Justin Bieber? Já, og nú eins og heyrðir, þá var Kim að bætast í hópinn. Já, ok, það ætlum ég bara að sleppa þess. Þetta líka ömurlegt slúður. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hann var kannski ekki sá þéttasti. Nei, en hverjum ekki drullu sama allt í end? Það bara gaman að lifa og vera til. Segðu hér eftir öllskamma stund ætlum við að fara í Skelta mig, ekki missa því, en við ætlum í auglýsingar fyrst. FM 957 kynnir Shell bíladaga 2013 á Akureyri dagana 14. til 17. júní. Götuspyrna, drift, Auto X, Burnout og einn flottasta bílasýning landsins. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut Bílaklúbbs Akureyrar. Shell bíladagar að mörgum talin vera afsláttið bílaáhugamannsins og verður FM 957 að sjálfsögðu á svæðinu. Sérstök græjukeppni mun fara fram á Shell-stöðinni við Hörgárbraut þar sem best útbúnu soundsystem bílar landsins etja kappi í beinni útsendingu á FM. Fylgstu vel með FM 957 í vikunni þar sem þú getur unnið miða á hátíðina og ef þú ert með staðgreiðslukort frá Shell eða orkulykil áttu möguleika því að vinna bensíninneign fyrir það eitt að svara nokkrum laufléttum spurningum. Þú getur líka að heppina með þér ef þú ert með Shell bíladaga límmiða í bílnuðinum því við munum leita uppi heppnu ökumenn fyrir norðan og gefa vinninga frá Shell. FM 957 hvetur alla þá sem að leggja leið sína á Shell bíladaga að flýta sér hægt og aka varlega. Shell bíladagar 2013 og FM 957. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Gamli Gaukurinn opinn öll kvöld frá klukkan 21. Tónleikar frá fimmtudegi til laugardags. Fúsbal, bakkamon, rock og alltaf ískaldur túle. Tryggðu þér miða í forsölu á Shell bíladaga sem fara fram 14. til 17. júní á Akureyri. Miðarnir fást á næstu þjónustustöð Shell og á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Góða skemmtun, Shell. Mentos tyggjó, ekki bara eftir matinn. Þau eru ljúffeng og svalandi í júní tilboðin í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Ein búð, eitt merki getur bjargað sumrinu. Það eina sem þú þarft að muna Púkinn 101, Laugavegi 86. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Alvöru eldgrillaðir hamborgarar og heimalagaðar sósur. Hamborgarasmiðjan, Grensásvegi. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í júní. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttalykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þið þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inni á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 957 og Carlsberg kynna Where is the Party á Akureyri. Við hittum upp fyrir Axel tónleikana sem verða í Svíþjóð 31. ágúst og sláum upp nokkrum partíum í sumar. Nú komið að Akureyri. Where is the Party á Pósthúsbarnum á Akureyri næsta föstudag. Plötusnúðar frá FM 957 og auðvitað allt löðurandi í Carlsberg. Fylgstu með á FM og nældu þér í miða. Where is the Party? Þetta kallar sko á Carlsberg. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1,
Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new. Can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat, and I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Holdus styttist í góðan gest hann á leiðin til okkar, hann Gummi Ben, eða Gummy Ben, eins og hann kallaður í Bandaríkjunum og Bretlandi. Gummy Ben. Gummy Ben. Svo já, sturla staðreyndir hér rétt handa á hornið. Skelta mig, við ætlum í það bara næst. Já, það kíkja næst. Áður en Gummi kemur. Þetta náttúrulega agalegt, svo hérna sko Kasper hérna. Já. Sem í klán. Já, snillingur. Kannast ekkert við fullyrðingar gest. Já, við var að vera... Já, ég veit hver hann en hann hefur aldrei unni hjá mér. Já, hann hann ekki með vinnuaðstöðu hjá mér. Hann var eitthvað að tala að væri með skrifstofu hjá honum. Já. Veistu hvað ég held? Sko, hann hefur aldrei unni hjá mér. Já, sko, þetta samt þegar þú lendir í svona. Hefur þú byrjað að ljúga og það vindur upp á sig? Ég? Já. Ég hef einu sem lendi í þegar ég var úlingur. Já, úlingur, jú, ég var svona 11 ára. Þá laug ég að vinum mínum á Sauðárkróki, sko, þá var Dauðarokk og Þungarokk gríðarlega vinsælt. Metallica var bara alveg kúkurinn, sko. Ég laug að ég ætti fullan kassa af plaggötum sem að ég fekk í Svíþjóð undir rúminu mínu. Og sagði að ég ætti skoða það einhvern og var búinn að tala ég ætti bara endalaust af plaggötum. Svo vildu þeir alltaf vera að koma að skoða þau, en ég gæti náttúrulega aldrei sýnt þeim plaggöt því þetta var lygi. Já, ég mitt. Þannig að ég byrjaði að fara og sko fá pening frá foreldrum mínum og safna þeim til þess að kaupa svona kerrangblöð í bókabúðinu á Sauðárkróki. Og klippa út eitthvað plaggöt og eitthvað svona til að sýna þeim alltaf eitt og eitt. Þannig að allir peningur minn bara fór í það til að viðhalda þessari ömurlegu lygi með ég ætti hellinga plaggötum. Þannig ég held að hann sé að lenda í þessu greiði, hann gestur, eða greiði og ekki greiði, hann náttúrulega búinn að hafa peninga af fólki. Þannig ég held að þetta sé svona líði sem vindur bara upp á sig. Já, en sko, ég hef alltaf svo mikinn áhuga á. Hvað stóð til? Já, það náttúrulega þetta hlaut að komast upp fyrir rest. Auðvitað fóð skíturinn í viftuna. Já, það gerist alltaf með svona. At the end. Einhvern tíma vildu menn fara að sjá eitthvað gerast í þessari bíó. Já, þegar að gestur fór að sofa á föstudaginn síðasta. Hvað ætlaði að vera síðasta sem hann hugsaði? Það hlýtur að vera að koma í andlitið á mér. Eða hann bara, þetta snilda. Já, það líka sko oft með svona... Það menn að pæla. Oft fer að trúa þessu bara sjálfur. Þið langar svo rosalega að þetta sé sagt að þú ert farin að trúa þessu sjálfur. Það eru til þannig menn, sko. Já, þá þarftu náttúrulega bara að fara á spítala. Þá þarftu bara, þá ertu bara heilabrotin. Nei. Nei, ég að segja að það eru til menn sem bara fatt ekki þessi að ljúga. Já, ég veit það. Ég þekki dæmi það, sko. Já, ég líka. Og menn sem að hafa íkja og fara að trúa alls konar sitti. En hefur aldrei verið í partí eða eitthvað og þú ert að segja sögu sem svo leiðileg? Já, þetta er krydda. Þú fattar að bara, þetta ekkert að slá í gegn á hana, þú ert að fara að búa til eitthvað við söguna. Nei, veistu hvað, ég á mjög talandum eins og þú ert að segja, þú hefur logið og lent í skítnum. Ég hef einu sinni farið í partí, drukkið brennivín og rænt einhverjum 15 geisladiskum úr partíinu. Þú veist að stela? Já. Nei, og hlærða því? Já. Og hvað lélegt? Nei, svo skilaði ég því. Já, ok, okkur. Af því að ég fekk svo mikið bömmir. Já, og hvað varst að stela geisladiskum í partíinu? Já. Það var svo mikið að disku sem voru það sem ég langaði og tróði það minnan á mig og seti jakkan og var með örgulega þrándi og með grænni hlátri. Labbaði bara út bara með fulla massa geisladiskum. Fullt af geisladiskum og fóð með þetta allt heim og svo bara... Þeirra diska voru líka aðalmálið. Já, þetta var heitt þarna á þessum tíma, sko. Já, við skulum ekki ræða meira gest og hans mál. Þetta hlýtur alltaf að koma í ljós og við bara vonum það besta. En hér skulum við hlusta á David Guetta áður við förum í Skellta mig. Þetta skvetta, David Guetta. You're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework.
brighter in the dark. So let's turn off the lights. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð, það er Rauði Blöð og Sveppi Krull í Fantafíling þennan miðvikudaginn og það er komið að dagskrárliði Sveppi sem er á miðvikudum. Við erum svona að blanda þessu saman, það sem að þú ert í miðvikudagsþættinum. Það er skellt á mig, eins og við Pétur kjósum að kalla næsta dagskrárlið. Og hann er ekki flókinn, við hringjum eitthvað út í bæ og þú átt að reyna að láta skella á þig. Á sem tíma? Já. Þetta er keppni? Þetta er keppni, sko. Þannig að það er tekinn tíminn hvað þú ert lengi í símanum og eina reglan er svo að þú mátt ekki vera með helberan dónaskap. Þannig að þú mátt, ég ætla ekki einu svona að segja orðin sem að poppa upp í hugan hjá mig sem maður myndi láta flakka kannski, skilur við. Þú ert ennþá einn í útvarpi, þú er náttúrulega átt að því að þú ert fjölskyldufaðir, þú ert 3 barna faðir í Heiðargerðinu og ert að verða fertugur, sko. Já, ég er nú ekki ennþá búinn að segja neitt dónalegt. Nei, ég er bara svona að vara þessu við. Því ég sá það á þér að þú heldur þetta sé skýtlegt. Nei, já, sko, ef þetta er keppni þá, ég er nú refur. Já, en þú mátt ekki biðja láta skella þig. Nú, okkur ekki. Það er reglunar. Nú má ég ekki biðja það. Nei, þú mátt ekki biðja láta skella þig og þú mátt ekki vera með helberan dónaskap. Þú mátt ekki segja skellt á mig og eitthvað svona. Var það trikkið þitt, eða? Já, reyndar. En ég er bara, viltu vera undan eða eftir? Ég vil vera eftir. Þú vilt vera eftir, ok. Já, því að ég hef aldrei farið í þetta. Nei, þetta er sko... Hvað, velur þú þið símanúmer eða eitthvað? Já, hérna er ég búinn að finna til dæmis, þetta er vottur af vonda atvinnu í þessu líka, sko, eins og núna. Mér líður illa yfir því sem ég er að fara að segja núna. Ég veit þetta verður óþægilegt, en ég ætla samt að láta það flakka. Já, og vona bara að það verði skellt á mig. Má ég velja bara símanúmer? Já, þú mátt ekki ringa í félagið, þú ert að ringa eitthvað fyrirtæki eða eitthvað þannig, sko. Já, ok. Hvað heldur þú maður bara ringa? Nei, ég held að þetta væri bara, þú myndir bara íta á 8920 eitthvað. Bara stimplar inn eitthvað númer. Ég ætla að ringja hérna í Garðslátt, Hreini Garðar. Og reyna að láta þá skella á mig. Hreini Garðar úr Fásteinn. Já, góðan daginn. Herru, hvernig það, eru þið ekki að slá á svona? Jó. Já, ég ætla að reyna að láta slá á mig punginn. Já. Hvað kostar það? Herru, mér bara heldur vel að það er bara, ég skal gera það bara frítt. Er það ekki? Já, ég er spenntur við því. Kíkjur á mig? Já. Í Súlunesið? Súlunesið? Ég er í Súlunesinu, hvað þú sláðu á mig punginn? Ok. Kottu? Ekki vandamáli. Þú kemur? Kottu núna? Þú voru að fara að læra að breyta röddina þig betur, held ég. Kottu núna? Þú voru að ringja í Gilsa eitthvað átt að kenna þér þetta. Kottu núna? Shit, hvað er vott? Það var greinlega ekki nógu ríkalegur. Ok, takk. Þetta er ekki hægt, sko. Það var ekki eins og skellt á mig. Og vissi bara, heyrðu hvernig það var og... Mér bara, allt í einu í svona 4 sekúndur langaði mig ekki að hafa kynnst þér. Ég vildi óska þess að ég aldrei hitti. Þú varst í 56 sekúndur. Já, og kósveittur. Og ég átti ég að skella á handra hann byrjaði. Það má ekki. Nei, þetta er vont. Mér hittu bara eitthvað. Ég skal sýna þér hvernig á að gera þetta. Þetta er ógeðslegt, maður. Ok, þá ætlum ég bara að ringja hérna í... maður sjá. Já, ég ætla að ringja í hjálparstarf kirkjunnar. Ekki máli. Nei, ég er ekki... Þú ringja á það? Nei, ég er ekki leið með þig. Ég þarf bara að bæta 56 sekúndur. En það ekki? Þú ætla að láta skella þig til að vinna. Láta skella á mig eða má ég ekki bara... Íslenska gámafélagið, veist. Þú ert gámur. Ég er ekki gámi, þú gámi. Já. Gámi. Það er ok. Það er gámi. Hvernig gengur það? Þetta er í. Hæ? Þetta er í. Já, er alltaf lægi? Þegið. Þegið. Þegið og góð. Og frábært. Skitt í byggni. Ný. Gámi. Þegið. Æ, ágætt. Segir ekki afsakið? Þetta er að pröpp í síma minn? Gámi. Já, sér þið. Hvað sér þið? Hérna... Þetta er lægi heima hefur þetta. Skitt í þegið. Já, já. Það haldur sér leikja fram. Gámi. Já, gámur. Þegið hommi. Já, takk. Þetta er í. Já.
Já, ég ákvað að skella á fyrir þig. Ói, shit, man. Hvað erum við að gera? Ói, þetta var agalegt. Já, þitt var enda fyndið. Ég spara akkur látið, þetta var fyndið með þér. Já, sko. En hann skellti bara ekki á, hann ætlaði að hafa þarna bara. Þú vannst þetta, sem fáránlegt, sko. Hefði ég ekki mátt segja við hann bara, já, er þetta gámafélagið? Já, góðan daginn. Heyrðu, takk fyrir spjallið. Já, bless. Og láta bara kveðja. Já, en þá ert þú að skella. Já, þú hefði þetta getað gert þetta. Akkur hugsaðir ekki út í það? Nei, ég ætlaði að gera það, sko, en að því að þú sagðir... Já, þú mátti bara ekki láta skella, þú mátti ekki biðja að skella. Nei, en maður hefði ekki hann sagt bara gámafélagið og ég hef sagt, já, góðan daginn, er þetta gámafélagið? Já, heyri, fyrirgefðu, þetta vitlaust númer, ég ætla að hringi hérna... Já, það er unnið, það er rústað mér. Já, það má. Já, en það er ekki verið skemmtilegt að þegja. Þannig að reglurnar eiginlega ætti að vera þannig, þú átt að láta skella á þig. Það eru reglurnar. Já, en það skiptir ekki neinu máli hvaða reglurnar eru, af því að það verður aldrei farið í þetta aftur. Nei, ég er hættur þessu núna. Aldrei? Það er bara hann, þetta er dautt fyrir mér, þessi liður. Hann er dauður. Carlsberg kynnir Where is the party? Í Svíþjóð 31. ágúst. Vilt þú sjá Axwell og Swedish House Mafia á tónleikum ásamt 10.000 manns? Og það besta er þú mátt bjóða 3 aðilum með þér. Farðin á Carlsberg.is og skráði til leiks og þú ert komin í pottinn. Sigurvegarinn fær fría ferð fyrir 4 á tónleika með Axwell í Svíþjóð 31. ágúst. Athugið, það er allt innifalið. Flug, gisting, miðar á tónleikana, fyrirpartí, aðalpartí og eftirpartí. Skráðu þig núna á Carlsberg.is. Geimstöðin Kringlunni kynir I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted leikana kemur einn harðasti leikur ársins. The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn er grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni á föstudag. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Geimstöðin Kringlunni kynir I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted leikana kemur einn harðasti leikur ársins. The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn er grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni á föstudag. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Opna Kaften Morgan-mótið klukkan 9 í kvöld á Bar 11. Skráning á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaften Morgan. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Gamli Gaugurinn er opinn öll kvöld frá klukkan 21. Tónleikar frá 5. degi til laugardags. Fúsbal, Bakkamon, rock og alltaf ískaldur Thule. Blúðfjölskyldan undirbýr stórkostlega endurkomu í sjónvarpið. Arrested Development hefst á föstudag á Stöð 2. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö.
svo skemmtilegt að Hjörvar Hafliðason og Guðmundur Benediktsson þeir eiga það ekki bara sameiginlegt að vera í sunnudagsmessinu heldur dýrkaðir báðir Pitbull og Gummi Ben sagðist ekki taka hana í mál nema Pitbull á fónunum þegar hann myndi setjast þér í stúdíu. Vertu velkominn, Gummi. Takk kærlega. En svo nöllugani slepptu, fílaru Pitbull eins og makkariðinn, hann Hjörvar Hafliðason? Ég óbúslega lítill Pitbull maður. Já. Það sé alveg svo Það er sameiginlegt. Ekki er hann í miklu uppáldi á mér heldur. Ég veit ekki einu sinni hvernig hann lítur út. Já, hann er reyndar... Ég veit ekki einu sinni hvort hann sé til í alvörunni. Hann er vist til. Þetta? Já. Hefur þú séð hann? Sköllóttur með sólgleru. Hann er bara eins og ég þegar ég er fullur í útsendum. En verður velkominn Guðmundur Benediktsson. Takk kærlega. Þú er aldrei komið hingað sem gestur áður. Nei, þetta er gríðarlegur heiður. Já, ekki? Þú ert ekki vanur að vera á FM? Nei. Hlustar eitthvað á FM? Já, ég hlusta nú stundum á þessar villisu hérna, sko. Já. Alveg viðkynna það. Á leiðinu á æfingu. Ég er yfirleitt á æfingu klukkan 5. Já. Þetta er yfirleitt milli 4 og 5. Þú ert að þjálfa, eða ekki? Jú. Já, og ert með, hvað, Breiðablik? Já. Sem aðstofaþjálfari? Já, á að geta fara að stýra þessu. Þú varst náttúrulega með Selfoss á sínum tíma. Skeist á þig með það? Heldur betur. Fórum lóðrétt niður. Þannig að þú ert í aðstofaþjálfaranum eins og er. Já. En er þetta eitthvað sem þú vilt leggja alveg fyrir þig? Þjálfara... Ekki aðstofaþjálfari. Þjálfarabransi? Nei, ég er að segja aðalþjálfari. Já, það er meira skemmtilegt að vera aðalþjálfari heldur en aðstofaþjálfari. Já, en fyrst eru þá kúplaðið út úr eins og að vera íþróttafréttamaður eða þú myndir farið þetta full time? Já, klálega held ég. Já, þetta er tómt helvítis vesen að vera fótboltamaður og þjálfari. Það er bara, þú ert farinn okkur ef þú ætlar að geta eitthvað í fótbolta, þá þarfst að vera að æfa milli 5 og 8 okkur einasta deg. Svo eignastu babb sem að getur draumana þína í burtu og þá er það dögt. Við skulum að, var það hérna Þórdís kalla, hún draumana þína? The kids are eating my dream! Að verða atvinnumæður í fótbolta. Bíða eins með eignast börn. Já, allavega, já ég er allavega að bíða. En hvenær hættir að spila? Það er langt síðan hættir eða? 2009. Nó, það er náttúrulega langt síðan. Það er nefnilega ótrúlega stutt síðan. Varst hrikalega óöfni með meiðsl alltaf þegar ekki? Var það ekki svona, var það hrjáðið í gegnum? Ég veit ekki hvort það var óefni. Ég var mikið betur svolítið í því. Já, varst komin út sem atvinnumæður eða ekki? Já, ég fór eitthvað mjög ungur til Belgíu. Og fór 16, 17. Í hvað lið? Germinal Ekeren, Germinal Bjerskott heitir það í dag. Já, ok. Í Antwerpen. Já. Varst það bara eitt þar? Já. Hundleddist? Nei, allt í lagi. ekki. Ég er sjálfur með nóg í raun og veru. Mér líður ákveðlega vel einum oft. Já, þú þarft ekkert meira. Ég þarf ekkert mikið meira og ég leið bara vel. Þú veist, hann var ekkert komið í internet eða neitt þarna. Hann fekk, maður bara í skíunum, mogging kom þarna 5 dögum eftir hann kom út og maður bara vissla hjá manni. Bara vissir á hann bara svona eitthvað kreifing í puttunum bara. Ég lakkaði til í 5 daga, ég veit hann er á leiðinni og þú veist, það er bara drullu gaman hjá mér að núti. Þannig að á meðan þú varst ekki að lesa mokka, þá varst að bíða eftir honum. Þá var ég bara að bíða eftir honum, mjög gaman. Síðan hringdi maður heim, það var enginn heima, þú veist, þú hringdi bara í heima símann, þú varst ekki að hringja í eitt gemsa þarna á þessu tíma, sko. Þannig að það svaraði ekki, þannig að maður heyrði ekkert í mig 2 vikur þá. Þetta var ekkert flókið líf. En samt leittist þér ekki? Ekki neitt, bara spila fótbolta, vinna við það. Ég held að sé ekki til betra starfi í heiminum, sko. Nei, maður bara biður ekki mikið meira. Nei, það er rétt. Það er enda góð punkt. En já, ég rósaði nú áðan hér í þættunum og vildi nú meina að þú væri minn uppáhalds íþróttafréttamaður. Þannig að ég segi það bara hér. Já, það er ekki lygi. Sagt þetta alla. Já, það er bara, sá sem kemur næst, hann verður það. En það er ekki það er oftast pása á enska boltanum á sumrin. En já, þú fer mikið núna ástöðu 2 sport, 2 ekki. Það er ekkert sumafrí í enska boltanum þetta sumarið og brjálega að gera í raun og veru. Við erum bara búin að tilenga, ef að segja, það er kannski hættulegt að segja stóru liðunum að því ég fengi SMS eftir að þetta byrjaði að fara í auglýsingar að þetta væri stóru liðin frá Everton manni sem heitir Leifur og er stundum að vinna við að lýsa á Stöð 2 Sport sem að er reiður yfir þessu að það sé að tala um stóru liðin og ekki um Everton og frá nokkrum öðrum líka. Í alvöru tala, þá kom maður til mér fyrir 3 dögum bara og hann var alveg grafalvarlegur, labbaði að mér og sagði til hamingju með þættir, þetta er fínt. Ég segi, já, þakka þér kærlega. Hvenær verður Ipswich? Ég gat ekki svara á hann. Var þetta kunnur samloka? Nei, reyndar ekki. Hann var alveg, þetta kom frá hjartanu. Hann trúði í alvöru. Þú rætti nú við Hermann Hreiðarsson um Ipswich. Já, við fórum aðeins yfir það. En hvað er ertu að taka bara stóru liðin, þú ert að taka 1 lið í hverjum þætti? Já, í hverju viku. Við tökum Manchester United, Liverpool,
Manchester City, Chelsea, Tottenham. Og fékkst á alla hérna í spjallleiki, Hemma og Gylfa og Eiður Smára og... Ég var reyndar eftir að tala við Gylfa, en það kemur á því og Eiður Smári verður sýndur, held ég sé á miðvikudaginn eftir, mánudaginn, bara eftir helgi. Já, nú næsta, 17. júní. Í kvöld Steingrímur Sævar Ólafsson, Denni, öðru nafni, sem mikill stuðningsmaður Liverpool. Já, bróðir Jóns Ólafs, tónlistamanns. Já, nákvæmlega. Hann í kvöld, mikill stuðningsmaður Liverpool og ég hef sérstaklega, ég hef eiginlega meira gaman af stuðningsmannunum af því að þeir eru náttúrulega sjúkir. Já. Þeir eru veikir í alvöru tala. Þeir tala bara eins og þeir séu stóri hlutafar í þessum liðum. Það sem við verðum að gera að við þurfum alvöru miðjumann núna. Sko. Ég er ekki að segja að Carrick sé ekki alvöru miðjumann, en við þurfum einn nýjan. Sko. Ég var frábær í þessu. Sko. Ég hef aldrei skilur svona lið. Ég get alveg lofa þér, þú kom samt upp í hugan að ég vildi fá einhvern svona sjúkan og þú varst mjög ofalega á lista í þess. Ég veikur sko. En það samt eiginlega skemmtilegra sko að fá einhverja gæja svona, sérstaklega púlar því að Liverpool getur ekki raskat. Skilu við? Og þeir eru samt svo harðir og það eru svo margir á Íslandi. Ég hef reyndar alltaf, ég verið að gefa púlurum í Íslandi það. Ég fíla svoleiðis dedication, þú veist, bara þegar það í gegnum súrt og sætt, sko. Já, það ekki þannig á mér. Ég hætti snögglega að halda með Liverpool. Þú ert einhver mesta, sko, liðamella sem ég þekki. Já, bara, Þú ertu með Club Brugge í dag, ekki? Jú, í ensku. Það held ég með Club Brugge. Og það ekki margir sem gera það. Þú varst nú alltaf Chelsea-maður en þér nokkuð sami í dag, ekki? Jó, mér eiginlega drullu saman, sko. En mér gaman þegar Chelsea að standa sig vel, sko. Já, við ætlum að fara hér í eitt lagum svo þú ert ekki alveg slappum, við ætlum að henda þér í hraðaspurningar og ræða svo við þig eftir þær. Fáum eitt lag hérna, veist. 957 og Carlsberg kynna Where is the party á Akureyri. Við hittum upp fyrir Axel tónleikana sem verða í Svíþjóð 31. ágúst og sláum upp nokkrum partíum í sumar. Nú komið að Akureyri. Where is the party á Pósthúsbarnum á Akureyri næsta föstudag. Plötusnúðar frá FM 957 og auðvitað allt löðurandi í Carlsberg. Fylgstu með á FM og nældu þér í miða. Where is the party? Þetta kallar sko á Carlsberg. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. All In nýr sportbar sem hefur opnað að Stakkarhrauni 1 í Hafnarfirði. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir heims. Trúbadórar, plötusnúðar og auðvitað ískaldur Carlsberg á krana. All In sportbar, Stakkarhrauni 1. Langstærsti sportbar Hafnarfjarðar. Þetta kallar á Carlsberg. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Miðasala á aukasýninguna hefst á morgun klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Við á Gló höfum opnað nýjan veitingastað á Laugavegi. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Ekki bara gott fyrir tennurnar, heldur líka gott á bragðið. Mentos tyggjó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Steytist í Sturla staðreyndir og gripið fram í fyrir símtali. En hann situr ennþá hjá okkur gestur þáttarins Guðmundur Benediktsson eða Gummy Ben, eins og ég kalla hann. Og það eru örugglega mjög margir að núti sem veit ekkert almennilega hver þetta er. Gummy Ben? Það er gott skemmtilega. Íþróttafréttamaðurinn og snillingurinn Gummy Ben. Og það komið að hraðaspurningum, Gummi. Það komið að þeim, já. Já, og þar það er ekki hægt að gera neitt, það er ekki hægt að svara vittlustar. Nei. Heyrðu, já, en áður bara rétt, eða ekki? Já, bara hreinsa hugan. Já. Ekki vandræði með það. Einhvern tímann hlustuðum við á lýsinguna. Já, við spilum í FM 95 Blöð þegar Gummi tröflaðist á Joey Barton. Eigum það ekki? Já, það er bara á netinu. Það hefur verið það undirbúinn
Þá hefur getað mynd með á þetta fyrir viðtalið og þá hefur haft þetta tilbúið. Það verður gaman, kannski við spilum þetta í lok þáttar. Svona í tilefni því Settur alltaf sá tannu þegar að vinna með honum í fjölmiðlum, það alveg æðislegt. Já, þetta er hraðaspurningar. Þetta mjög þægilegu dagskrárliður því leytinu til að hann tekur skamma stund að fá sem mest út úr gestinum. Já, og líka þarna fær maður svona að kynnast gestinum betur því að svo ræðum við svörin og spyrjum það betur út í þetta. Ertu tilbúinn? Ég bara alveg að vera klár. Þá byrjum við 1, 2 og besta nammið. Center. Besta lið í ensku. United, þeir eru mestrar. Besta bíómynd allra tíma. Sjósjóng. Besta hljómsveit allra tíma. Fyrsta í hugan. U2. Hötti Magger. Ótrúlur. Ef þú heyrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Ljón. Besti skyndibitinn. Pass. Pass? Staður í Belgíu. Ok, hefur þið lent í slagsmálum? Nei. Hvað sagði Sir Alex við Hjöppa í ferð ykkar á Etihad Stadium? Fuck off. Hvað drekkur á djamminu? Rauði. Þitt lið á Íslandi? Þór K.R. Breiðablik í dag. Hvað setur á pítsuna hérna? Ég set aldrei neitt sjálf, ég panta hana. Já, hvernig fórstu síðast í sleik? Það man ég ekki. Fullur í maður. Fjárafættan faðir hérna. Hver er besti leikmaður allra tíma? Messi. Joey Barton er? Fíbl. Í hvaða spil ertu bestur? Flestum spilum. Hvað tekur í bekk? Aldrei farið í bekk. Besti matur? Lambalæri. Besti drykkur? Mjólk. Þá er þetta komið. Það er alveg ótrúlegustu svör sem að ákast ekki ótrúlegustu spurningar sem ákast ekki að svara. Þú sagður okkur myndi sofa hjá Ljóni en gast enga veginn svarað hvað var upp á skyndibitiðin. Ertu svona hotlistuðgæði? Nei, langt í frá. Það gæti ég gert upp á milli allra þetta skyndibitastæðana. Ég raun og veru. En þú ert United mann, eða ekki? Jú. Já. Er það eitthvað lindamál hjá ykkur, ég meina, það fer náttúrulega ekkert á milli mála með hvað liðu Hötti Magg heldur. Nei. Þú þarft að vera, heyrnarlega svo blindur til að átta þig ekki á því. Já. En er þetta eitthvað lindamál hjá ykkur? Nei, ég get ekki sett það. Þú veist, ég svaraði því ég spurður að því. Ég hef enga þörf fyrir að vera... Að flagga í eitthvað? Nei, að vera öskrátt alla... Nei, ég hef þörf fyrir það. Ég veit það nefnilega, við erum búin að tala það útveikur. Já, besta bíómynd, Shawshank, það nú vel... Já, fyrsta sem datt í hug, sko. Hún er stórkostleg. Vel svarað. Besta hljómsveit, U2, hefur þú farið á tónleika með þeim? Nei, ég á það líklega ekki eftir. Nei. Þú tókst aldrei eftir að gera það? Nei, þetta var, ég veit ekki, þetta er örugglega ekki besta hljómsveit. Þetta er svona solid. Ég fór einu sinni á mjög góða tónleika með Lenny Kravitz. Ok, hann er töffari. Í Belgíu og það var, mér fannst það geðveikt sko. En hérna, ég reyndi að fara á mjög fáa tónleika. Ég er alltaf að hissa því ég sé byrst einhverja myndir og eitthvað. Tónleikar þarna á Íslandi eitthvað, ég missaði af þessu öllu sko. Já, það er ekkert voðalega spenntur, heyr ég. Hvað sagði Sir Alex við Hjöppaði ferði ykkur á Etihad Stadium? Hvað er það? Þeir fóru á leik með City United og voru að taka upp fyrir messuna, sunnudagsmessuna. Og Hjöppi, hann er alveg svart og hvítt á vinni. Ef hann sér eitthvað, hann myndi aldrei fara að biðja mynd. Eins og, veist, ég má ekki sjá Gus Hansen, bara pókerspilar, þá er ég stokkinn á hann eins og blóðsuga. En hann sá Sir Alex og hann gati ekki setið á sér og hann var náttúrulega með pressupása þarna, hann Hjöppi. Þeir eru búin að taka viðtölun og þeir sem að Sir Alex og segir Sir Alex, can I have one photo? Og hann átti ekki til orðan Sir Alex Ferguson, hann bara fuck off. Hann reyndar, Sir Alex var eiginlega bara svona að labba fram hjá okkur. Hann var að koma úr viðtölu við MUTV og var bara svona að labba fram hjá okkur. Og hann náði eiginlega ekki að segja neitt af því hann greip bara svona í öxlina á Sir Alex og ætlaði að stoppa hann. Já. Það fannst gamla manninum ekkert sniðugt. Nei, það grípið sig. Þá bara leit hann svona á Hjörvar og fuck off. Er ekki hægt að bípa þetta? Ég er bara átrúna góðið að sjöpa þetta sko. Þetta er ógeðslega. Ég hef oft séð Hjörvar lítinn í sér en aldrei eins og þarna. Bara eins og hrædd. Já, og hann var eins og smástelpa bara. Já, og bara pappinn að skamman. Já, þetta var svakalt. Já, þetta er æðislegt. Heyrðu, þú er aldrei lent í slagsmálum? Nei. Nei, og setur ekkert á pizzuna hennar sjálfur, en hvað pantar þér? Þú ert að fá þér pizzu? Sko, ég er svolítið hrifinn að hafa aðeins sterkt, sko. Já, jalapeno og svona? Já, og það má vera alls konar eitthvað svona drasl.
mín vegna sko, en mér finnst gott að hafa annast þess aðeins að mikið líka. Já, ég er nefnilega komið þangað sko. Já, annarsin er góður. Og svo ertu góður í öllum spilum, sagður. Já. Ég myndi, mitt svar þarna væri alias. Ég er rosalegur þar. Já. Góður alias-spilari. En Sveppi, hvað er þitt spil þarna? Ég er snillingur í Fimbulfaml. Fimbulfaml. Ég gæti trúa því að þú væri góður þar. Það er út svo góður að bulla. Búið til eitthvað rugl. Henda mér mjög vel sko. En þá erum við búin að kynnast Gumma Ben betur hér. Já, hann vil fá ananas á pítsuna og hefur aldrei lent í slagsmál. Já, það er svona sem stendur upp úr þessu viðtali. Við hvetjum fólk til að kíkja á þættina á Stöð 2 Sport 2 og Gummi, takk kærlega fyrir komuna. Gaman að fá þig. Takk fyrir mig. Og hafðu það sem allra best. Við ætlum að vinda okkur í frábært lag. Já, og svo erum við að fara í gripið framifyrir. 957 Blöð og Sveppi Krull með ykkur þennan þriðju daginn. Nei, það er nefnilega miðvikudagur. Herðu, ég ruglaðist. Já, kallar mig, Pétur var í gær, Sveppurinn í dag. Það er rétt. Ég er svo vanur að segja á þriðju degi þegar Sveppi er með mér, en ég veit það. Það er miðvikudagur. Það er nefnilega svo fyndið oft hvernig aðstæðarna geta breytt orðanum hans. Ógeðslega fyndið. Það er komið að dagskrárlið sem að við gerðum bara einu sinni, Sveppi. Já, þetta er samt sko. Við höfum ekkert reynt aftur það. Nei, ég mundi bara eftir þess að því einhvern tíma var ég hérna á miðvikudegi. Já. Við vorum allir saman, ég, þú og Pétur. Já, þá vorum við að þessu. Og ég hringdi í eitthvað bókasafn og var að grípa fram í fyrir konunni. Já, þetta sem gengur út það, maður hringir og maður á aldrei að leyfa þeim sem er að fara að tala við mann komast að. Já, það má aldrei svara þér. Já, bara, alltaf að grípa fram í fyrir öllu sem hann segir. Já. Ok, hvort vildur á undan eða eftir? Ég skal bara byrja. Þú skalt byrja? Ok. Hringdu bara einhverja blómabúð. Blómabúð, ok. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég er á leiðin í útskrift og mér vantar svo blómvönd. Já. Þetta er sem sagt sko, mér vantar, er þið með rósir? Já. Málið er að við erum að fara sko nokkur saman og erum að pæli að kaupa bara svona nokkra stóra blómvendi. Já. Sem að væri hægt að vera með svona með lítilli gjöf. Það er ekkert mál. Þannig að við ætlum að gefa sko, við erum að gefa úr. Já. Vorum að pæli að láta úrið vera svona einhvern veginn með. Já. Þetta er nefnilega, hún er 18 ára. Ok, og viltu að ég hún er búin að vera sko lengi í skólanum en sko er að klára sem sagt núna. Ok. Það þarf að vera bara, veist, við erum fjóra fjölskyldur saman sem við viljum kaupa þetta stóran blómund. Ok, og hvað má Þetta þarf að sko, það má náttúrulega kosta alveg eitthvað, en hvað er þetta að kosta svona þessi stærstu? Við erum saman öll með kannski svona einhvern 15 skall sem að við erum með í budget í blómin. Já, það er alveg. Það er hérna sko, hérna, bara núna á laugardaginn sko. Já, við erum búin að vera það á leiðin að gera þetta lengi sko. Já, ok. Hvar eru þið til húsa? Við erum í Skútuhraun. Ég nefnilega sko, keyrði þetta framhjá daginn og þá var lokað, opið, hvað er opið lengi hjá okkur? Var opið líka á sunnudeginum? Já. Er það opið alla sunnudaga? Alveg langt fram á kvöld? Nei, já, það er nefnilega sko, verður eiginlega að vera opið, við erum nefnilega, ég get ekki koma að sækja þetta fyrir eftir klukkan 8 sko. Það er sko frekar á sunnudeginum, jafnvel þetta lögatum, þetta er á mánudeginum. Já. Hvað kostar stærstu blómvendirnir? Þeir geta alveg. Eru rósir í því? Og liljur og allt og eitthvað grænt líka. Já. Og það er sko, hvernig blóm eru þið með svona helst í svona útskriftir? Ég vil ekki einhver jarðafara blóm sko. Já. Hvað er þetta að kosta þessi stærstu? Þeir geta alveg verið svo 10. Við nefnilega erum nefnilega, sko, þau fara í vatni eða ekki? Jú, við getum haft vatna. Er þetta þá bara, kemur þetta í vatni í bara einhverju fötu að því að þetta er aldrei mikið af blóm? Nei, væri það bara þá bara í svona svampi eins og er sett utanum eða er þetta í bara vaskönnu eða? Nei, ég geti náttúrulega svo sem alveg komið með vatni líka bara með mér sko eða með blómapottin sko sem þetta er færi í sko. Já. Ef maður myndi vera að fá blóm sem maður myndi fylla heilt svona kér sem maður geti verið út á verund, hvað erum við að tala um í krónum og aurum? Er þetta 10 eða 30? Ég er náttúrulega, við erum bara með 18 þannig séð svona í budgeti á þetta. Já, það er alveg. Það er náttúrulega, við erum nú svo mörg saman líka sko, þannig að þó svo þetta myndir nú kannski hækka eitthvað, þá er nú alveg eðlilegt að hérna allir geti punga út einhverju meira bara svona upp á stemminguna sko. Sko, þetta er bara spurning. Við ætlum að gefa henni úrnefla með þessu. Já. Og svo er nú að reyna að pakka því kannski svona skemmtilega inn í svona eins og það væri svona svolítið falið inn á milli blómana. Já. Þannig að þegar hún fer svona grænslast fyrir það, hvernig blóm myndu henta í þannig? Bara allt. Erum við að tala um bara rósir eða eitthvað svoleiðis? Til dæmis. Erum við með liljur? Já. Það væri kannski svona lausnin að fara kannski í sem flesta rósir. Já, það er rosa. Og vera með kannski eitthvað grænt með þessu sko. Já. Hvað er þið með grænt? Er þetta bara... Það getur verið
græn blöð. Sko, ég var nefnilega fekk svona græn blöð, þau deyja miklu fyrr, heldur en rósirnar. Nei. Ef þær eru ekki vatni, sjá til. Nei, það eru... Hvað kostar grænu blöðin? Það allt frá... Já, sko, nefnilega, ég held nefnilega að þau myndu kannski fylgja með blómvendinu sem slíkum. Það eru alltaf seld sér. Já. Það reiknast bara... Sko, reiknast það með þá eða án? Með eða án. Virðisaukaskatts? Það verð sem við gefum upp það... Ég nefnilega virðisaukaskattur, ég held að hann var undanskildin þessum blómum. Nei, Nei. það er það ekki. Nei, ég skilji. Heyrðu, ljómandi fínt, takk fyrir þetta. Sömuleiðis. Já. Þetta var bara eitthvað lengst. Því líkt þolinmæðið, maður, ég held við. Hún gæti aldrei tala. Ég heyrði aldrei neitt hvað hún sagði. Nei, hún var alltaf að fara að segja, svo erum við, ég var náttúrulega alltaf, það er svo sé bara vön svona sambandin. Við skulum allavega fá lag hér áður en ég prófa þetta. Þetta er yndilega gaman. Þetta var vel gert þér, ég verð að gefa það. Já, takk. Er sambandið eitt svona við sig? Já, ég þekki það að vera í stöðu blómasalans. 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við einhvern skráðan hlustanda og mokum nýjan minningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Háskólinn á Bifröst hefur verið leiðandi í fjarnámi í 13 ár. Viðskiptafræði, HHS og háskólagátt. Bifröst.is. Samviskulausar freistingar. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Miðasal á aukasýninguna hefst á morgun klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Welcome to the Google Intern Competition. Mix kynnir sumarsmellin í ár. I have an idea. The Internship. You take a photo, you put it out there on the line. Online? On the line. When you say on the line, you mean online? Yeah. Komin í bíó. Vissið þið að smálum kredi er fyrir... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hér. Kredja, einföld þjónusta. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, temdu apa hvað það er gott. Við erum hérna stættir Blöndal og Sverri Þór Sverrisson í... Þú hlæði alltaf mikið. Þetta er bara... maður er svo spenntur að fá að heyra hvað kemur, sko. Sleiktu frímerki, hvað er gott, eða hvað. Veit maður alltaf alveg hvað kemur. Nákvæmlega. Já, eins og þið heyrðuð áðan þá hringdi ég og greip fram í fyrir fólki sem var alveg mjög skemmtilegt en við eigum annað símtal eftir það sem að Auðun Blöndal fyrir að grípa fram í og það er nú ekki síðra. Við ætlum að spila þá eftir. Já, þú grípur fram í fyrir mér á meðan ég er að tala um að ég sé að tala um dagskrárleikur. En árum við höldum lengra þá ætlum við að fara í sturlaðar staðreyndir. Það er rétt það er búið að vera svo mikið um að vera hjá okkur Sveppa hér í dag að sturlaðar staðreyndir hafa setið á hakanum. Og ótrúlegt með virðast og það er gaman fyrir ykkur sem er að hlusta núna. Við eigum þar inni og ætlum að fara í það núna. Epsi Pepsi. Og það eru eins og ógeðslega góðar í dag. Ekki það eru alltaf góðar. Ertu tilbúin? Já, ég er spenntur. Höfrungar skýra hvorn annan eða svona kannski meira svona nefna hvorn annan. Ég held að segja ekki einhver skýrn hann að niðri sem að ég held að það kemur engin svona prestahöfrungur og skvetti vatni á það og í sjónum. Nei, en þeir nefna hvorn annan. Hvernig þá? Hvernig ekki tala? Og gefa frá sér öðru sér hljóð fyrir að kalla núna varstu kannski að segja Pétur til dæmis. Á höfrungamáli? Já, þannig að þeir kalla öðru sér á hvorn annan.
Og þetta sturglu staðreynd. Það trúður sig ekki það. Já, bara mér áhuga að vita hvernig menn fundu þetta út. Já. Hvað ætli sé svona vinsalegt á höfrunganafni? Rúglega mjög vinsalt. Svo það næsta iPad myndi kosta $15,000 stykkið ef hann væri framleiddur í Bandaríkjunum. Og það er bara 2 milljónir fyrir hvern iPad ef það væri framleiddur í Bandaríkjunum. Þetta er áhugaverð staðreynd, maður. Akkur svona dýr. Ná því að það þarf að borga fólki þar fyrir að vinna. Já, Kínverjinn, hann er svo ódýr í rekstri. Það er skelfilegt að bara segja frá þessum þess. Já. Svona er þessi veröld í dag. Næsta, það er seld Nutella-dós á 2 sekúnda fresti í heiminum. Nutella, seld. Nutella, það var hún. Ertu Nutella-maður? Já. Já, þetta er gott. Þetta er nú ekki holdt, en þetta er gott. Þetta er óhollt. Já, helstu eitthvað annað. Það smyrja súkkulaði á brauðið þitt. Það er reyndar að þetta Nutella er vinsælla hjá öðrum fjölskyldum meðlimum heldur en mér. Já, ég get getið þetta bara, þetta er náttúrulega bara nammi, sko. En þetta er náttúrulega, þetta er til á heimilinu hjá mér. Já, glæsilegt. Alltaf til einn krukka Nutella. Stelst ekki þetta sjálfur líka? Nei, ekki mikið. Nei. Ég er ekki eins mikið sætagrís og ég lít út til að vera. Nei. Hvað ertu þá svona, hvað er þinn veikleiki þegar það kemur að mat? Hver er þinn veikleiki? Þegar kemur að mat? Já, finnst þú þetta ekki svona sætagrís? Að magnið. Já, og þetta er með að hætta. Já. Ég treði í mig þangað til að ég fann að hugsa að ég hata mig. Þannig er ég. Já, og það kom á hreint í sturglunni staðreyndum. Þá komum við á næstu sturglunni staðreynd og hún er áhugaverð Umbrella, lagið sem að Rihanna sló í gegn með. Is it my umbrella, Ella, Akkurat það lag, þú snillingur. Það var skrifað fyrir Britney Spears. Nú? Já, Britney Spears hafnaði laginu Umbrella. Jaha. Og þess vegna fekk Rihanna sturglu staðreynd. Já, þetta er áhugavert. Já, ég held að hún hljóti nú að sjá eftir í dag Britney Spears að hafi ekki tekið Umbrella. Já. En þetta er gott fyrir Rihannu, þetta er hennar langvinnsalasta lag. Eins dauði er annars brauð. Það er rétt, með Nutella á kannski. Já. Svo er það hér, ísbirnir éta alltaf 86 mörgæsir í hverja máltíð, sé þá á bóstólum, eða í hverri máltíð. Það higg ekki við það. Ísbirnir? Já, bara ef þau komast í mörgæsir, geta étið alltaf 86 í einu ef það er í boði. Þeir eru svona eins og þú, bara éta það til að þeim liður illa. Ég held að ísbirnir væri á norðupólnum og mörgæsir á suðupólnum. Pólabers? Er ég að miskila eitthvað eða? Nei. Hvað heldur þú að sé engar mörgæsir í kringum ísbirnið? Nei. Jú. Getur ekki hann að verið, annars væri þetta ekki sturglu staðreynd. Ok, ég þarf að kíkja þetta mál. Segja hvað á þessu. Svo er það hér, það kostar 1,7 miljard bandaríkjadollara að smíða gameskip og 450 milljónir að hafa það á loft. Wow. Þetta er sinnum 120 í dag eða eitthvað. Þannig að sko, bara að koma að gameskipi á loft kostar 450 milljónir sinnum 120. Sæt. Ágætis kostnaði við svona geimförmaður. Enda held ég að við Íslendingar séum ekkert að fara að smíða geimfar. Þetta er ótrúlegt. Það er ekkert smá mikil penningum þar. Svo er það hér heims... Má ég stoppa aðeins? Já. Ég fór og googlaði þetta. Já. Hérna fór ég á Vísindavefinn. Já. Og það er spurning. Éta ísbirnir mörgæsir? Já. Stutta svari er nei. Villtir ísbirnir éta ekki mörgæsir út í náttúrunni. Mörgæsum datt nefnilega það snjallræði í hug að koma sér fyrir á suður hveli, einkum allra syðst. En ísbirnir eru hins vegar fastir á norður heimskautasvæðinu og ná ekki einu sinni til Íslands með fasta búsetu. En byrju pólabers og penguins, er ég að miskila eitthvað? Er ekki penguins, er ekki mörgæs? Penguin? Já. Þetta var í sturglunum staðreyndum. Þetta er röng staðreynd. Já, samkvæmt veraldarinn, hvort treystur þau sturglunum staðreyndum eða þessum... Eða Vísindavefnum í Háskóla Íslands. Já. Honum. Nú, ok, frábært hjá þér. Þá er það hérna næsta. Heimsmetið í að blikka ekki eru 30 tímar og 12 mínútur. Vá, ég veist ekki aftur það. Nú ætlar það bara ekki að treysta neina þess. Fyrir ég hef alltaf haft þetta, ég veit ekki hvað þú eru ofta reynt að googla eitthvað og það er alltaf verið vittlust. Ég hef bara þýtt þetta eitthvað vittlust á. Já, ég er ekki með þetta fyrir fram á ensku núna, ég þýtt þetta eitthvað vittlust í dag. Það var að tala um eitthvað annað. Þarna vissi ég betur en... Heldur en ég. Já. En heldur þú að hvað getur þú verið með augun opin lengi? Svo mestalega 18 tíma.
Aldrei 30. Nær maður mínútu? Já, maður er nú mínútu. Svo er það hér, fólk talar illa aðra til að líða betur með sjálf sig. Sturlustaðrind. Það er eiginlega bara staðrind. Já. Það er ekkert sturla við þetta svo sem. Ég þekki þetta vel. Já. Ég tala oft illa alla. Já, og þið líður óslega vel eftir það ekki? Já. Með sjálfa þig? Já. Það er ekkert skemmtilegur en að baktala. Finnst þér? Já, minnst gaman. Nei, þetta er náttúrulega ekki beint baktal, maður er kannski bara að ræða fólk. Við erum nú ekkert mikið því að baktala aðra. Við erum allavega aldrei verið í því. Nei, ekkert þannig. En ég, veist, maður er ofta að upphefja sjálfan sig með því að láta einhvern annan heyra það. Það gerir maður svo. En það er 2 eftir. Já. Það er hollara að kúka standandi. Hvernig ætlar að gera það? Ég veit ekki. Þú ert bara eitthvað svona rétt að beigja, það er vist hollara heldur en að sitja alveg. Hollara, hvað er eitthvað betra fyrir þarman að þér? Já, nákvæmlega. Það er eitthvað þannig, í staðin fyrir að vera svona alveg beigður. Já, hvernig ætlar að gera það? Þetta er bara sturlu staðrind, Sveppi. Ég er ekkert að segja þér að skýta standandi, sko. Já, hvernig skýtur þér standandi? Raskinn að það er alveg krefta saman og allt. Já, þú ert bara eitthvað svona aðeins að halla þér í staðin fyrir að fara alveg niður, samkvæmt sturluðum staðrindum. Já. Prófa þetta bara, gerðu tilhörn á þessu. Það kemur heim til í kvöld. Skýtu bara sjálfur þig. Svo er það síðasta, Hulk Hogan heitir Terry Bollea. Terry Bollea? Ná, ég er ekki hissan að kalla þessi Hulk Hogan. Vá. Þetta var stjórnlega starrend. Þessi er góð. Já, það voru fínar í dag, reyndar þar ég að skoða betur hérna með íspinni. En er það að segja með það að þó að ég sé á sikkur í staðnum að það hefur bara engin íspinni getið mörgjarsöppi? Er ekki þetta dælus í þá í einhverjum dýragörðum eða eitthvað? Jú, það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir þessari stjórnlega starrend. Það hefur einhver íspinni getið 86 mörgjarsir. Það er bara þannig. Ég trúi ekki öðru. Hvað heit Hulk Hogan? Hann heitir Terry Bollea. Hann heitir Terry Gene Bollea. Já, ég bara nefndi ekki að segja Gene. Já, ok, það er náttúrulega teikt á þættinum. Já, Terry Bollea. Terry Bollea. Þetta voru sturlaða staðrindir. Já, þær voru frábærar. Hver stóð upp úr? Það var náttúrulega sem er mörgjarsirnar. Já, vissum myndi að segja. Ég var rónast til að myndi að segja þetta er staðið upp úr. Þetta lag var skrifað fyrir Britney Spears, en ekki í hönnu. Britney Spears, en ekki í hönnu. Britney vildi það ekki og Rihanna ákvað að taka. Ég er búinn að vera að hugsa þetta með íspinnin og eitthvað. Þú mátt ekki vera að draga úr trúverðuleikum sturlara staðrenda. Það hefur greinlega bara einhver íspinn fengið mörgjarsir gefins. Það getur ekki annað verið. Því að allt annað sem þú er reynt að googla, þetta hefur alltaf staðist. Ég veit ekki hversu oft þú er sagt bara, það getur ekki verið. Svo hefur þú farið og séð þetta satt. Nei, eins og breiðasta gata í heimi. Þú sagði nú ekki 160 bíla. Nei. Það er ekki rétt. 60 eitthvað, sagði ég? 160. Nei, í Brasilíu. Það var það 80 eitthvað og þú verður haldið að vera báða megin. Ég myndi að vera með nýjan dagskrið. Hvað sem við förum og tjekkum á sturlunum staðrendum. Já, ég hef tjekkað á hellingaðum, sko. Já, ég veit að margt að þessi er rétt, sko. Já. Sumt er bara eitthvað sem maður setur í efa. Já, það er þetta efast eitthvað þessu en ég segi 95% rétt. Það er svo gaman að sjá þig, þú ert ekki nú ánæður. Já, sko, ég vil ekki að sturlaða staðrendi missi trúverðarleika sinni. Nei. Ég trúi bara vel. Já, trúir þið vel, þýðu. En Sveppi hringdi á þann og var að grípa fram í blómabúð. Og þá er komið að mér að grípa fram í. Ég er að spæja að ringja, ég ætla ekki að ringja ekki í blómabúð. Nei, sko, þú ætla að ringja eitthvað þar sem þú getur verið með góðar veist, þar sem þú getur þurft að spyrja margra spurninga. Já. Í einu, sko. Já, bara fullt. Veist, eitthvað rútu, veist, eitthvað í strætó. Bara með túrista eða ferðamenn eitthvað. Já, bara klukkan hvað er þetta, bla bla bla, eitthvað svoleiðis. Já, það er ekki villust. Það ringja hérna í BSI og grípa fram í, aldrei að hleypa honum eða henni að. Maður sjá, tjekkum á þessu hérna. Kynnisverðis Bjarki, góðan daginn. Já, góðan dag. Herri, ég ætla að þeir eru með svona, eru þið með eitthvað svona pakkaferði fyrir túrista? Já, málið er ég nefnilega með útlendinga hérna í heimsókn en er mikið að vinna sjálfur og ég veit ekki alveg hvernig ég á að snúa mér í þessu öllu saman. Nei, bara... Hvað er best að láta það gera? Eru þið með svona, þannig að þið sjáu alltaf helsta og... Já. Ég veit nefnilega að þau vilja fara norður. Vilja fara norður? Eru þið með rútið þangað eða? En hvað er svona vinsalastar að kemur það svona? Er þetta ekki svona einhverja kynnisferðir eitthvað? Er það ekki til að kynnast landinu eða? Við erum því miður ekki með skipulega túristaferðir á Norðurland. En hvað eiga best að gera þá? Kallinu langar rosalega svo Geysi. Eru þið með eitthvað rútu sem fer þangað eða? Hvernig virkar það? Fer rúta þangað eða? Á Geysi? Á Geysi, já.
Já. Og þau vilja líka sjá Gullfoss og allt þetta. Ég veist það, ég kann þetta ekki. Ég veit ekkert hvernig að snúa mér í þessu. Þetta er fólk sem ég kynnist í Svíþjóð. Já. Það var svo sem ekkert séð hérna en ég er bara að ringja fyrst í ykkur. Hvernig er best fyrir að fara á norður ef þau vilja fara þangað, veistu það? Hvað út og tækja þau þá? Fara það beint á Akureyri eða hvert fara þau? Þau taka það náttúrulega ekki sömu ferð? Nei. Þau fara ekki norður og sjá Geysi og það er ekki hægt sama daginn? Nei. Hvernig verður best að snúa sér í því? Þau verður bara að gera þetta Hvort er best að fara undan? Hvort er að senda þau? Geysi fyrst eða fara bara norður eða hvað? Hvað kostar þetta? Að fara norður? Hvað kostar út á norður, já? En á Geysi? Hvað kostar að fara þangað? Gullni hringurinn okkar kostar 9.000. En hvað kostar að fara á Akureyri? Hvað kostar að fara á Akureyri? Mér langar rosalega að senda þangað. Já. Hvað kostar það? Við erum að... Kostaði hitt 9.000 að fara á Gullnahringinn? Að fara á Gullnahringinn? Var það 9.000 eitthvað? Hvað kostar að fara til Akureyrar? Akureyri? Hvað kostar fyrir að fara þangað? Hvenær fer rútan? Er eitthvað í dag eða? Ekki á vegum okkar, nei. Hvenær komast þau þá? Hvenær er þá næsta rúta norður? Er eitthvað rúta sem fer Gullnahringinn í dag eða? Gullnahringurinn? En á morgun? Hún er farin að... Hvenær fer á morgun? Klukkan hvað? Á morgun? Kæmast þau á morgun? Hvað kostar það á morgun? Ég bara hressi sig hér. Jú, mjög góð. Glæsileg. Hvað er innifallið? Norður? Já, ég ferð í pakkanum Gullnahringinn. Gullnahringurinn, þá eru bara... Beitir þið með einhvern pakkanur að fara á norður eða? En það er ekki bara farið þangað? Það er bara rúta norður. Já, en Gullnahringinn, hvað er innifallið þar? Það er rúta... Er það ekki eitthvað svona meira skemmtilegt fyrir þau? Jú. Ég held að við myndum að hafa meira gaman að því, eða ekki? Glæsilegt, það er þessu ég held. Takk æðislega og gaman að heyri þér. Takk fyrir þetta. Heyri þér, vinur. Bless. Ég vildi ekki halda honum leikur. Hann í vinnu hann og voru byrjað að fletta upp einhverjum verðum og þetta er resandi. Þetta er alveg kæti mann. Þetta er bara svo að fara í sjósund, þetta er svo gaman. Þetta er aldrei að hleypa að. Þetta er grípa fram í. Þetta er eindislegt. Og þá eru við báðir búnir í dag. Ljómandi. FM 957 kynnir Sumarleik séð og heyrt. Séð og heyrt verður með skemmtilegan leik í allt sumar. Það eina sem þú þarft að gera er að svara 5 laufléttum spurningum sem birtast í blaðinu og þú átt möguleika á að vinna þér inn veglega vinninga. Vinningshafar verða dregin út í morgunþættinum Mario með þeim Sverri og Óla á FM 957 alla föstudagsmorgna og verður stór ferðavinningur dregin út einu sinni í mánuði. Vertu með í gleðinni. FM 957 og séð og heyrt. Gera lífið skemmtilegra. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Welcome to the Google Intern Competition. Mix kynnir sumarsmellin í ár. I have an idea. The Intern. Take a photo. You put it out there on the line. Online? On the line. When you say on the line, you mean online? Yeah. Komin í bíó. Eyþór Arnalds. Herði, ég heyri raddir. Eru þær ógnandi? Nei, það eru frekar skemmtilegar. Er í partí? Er fólk í kringu þig? Já, hellingur, sítalandi. Sumardrykkurinn Mix-Up veldur því að þú skynjar hvað er í kringum þig. Where is the party? Með Carlsberg í Svíþjóð 31. ágúst. Skráðu þig til leiks á carlsberg.is og þú getur boðið 3 aðilum með þér í partí ársins í Svíþjóð. 31. ágúst með öllu inniföldu. Þetta kallar á Carlsberg. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá hraðbenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Opna Captain Morgan mótið klukkan 9 í kvöld á Bar 11. Skráning á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Captain Morgan. Segjum sögur á stærsta farsímanetti landsins. Sendu söguna þína á segjumsögur.is og þú getur unnið Samsung Galaxy S4. Verð í sterkara sambandi. Síminn. Sund er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Fáðu þér hotlan og frískandi Flóridana heilsusafa og taktu þátt í safaríkum tappaleik. Frábærir vinningar sem allir tengjast sundi. Flóridana. Lifðu vel. Paramount og Coke Zero kynna Pain and Gain. Sannsöguleg mynd sem fjallar eitt ótrúlegasta mannrán mannkynssögunar. Mark Wahlberg og Dwayne The Rock Johnson hafa aldrei verið betri. Pain and Gain. Komin í bíó. Go, get him! Ef að Jón Jónsson myndi stofna hljómsveit,
Hvað myndi hún heita? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst á föstudag. Stöð 2 í leiktrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bogota, no cola, mátt bóka, allt kóka. Kóngan djók sem við köstum dó, í rámi kók, drekk mig í gól fyrir 12. Set kokk, ég á spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátt ég. Eins og Hjörtur Hás þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nóra tím, nóa vatn og B-vitamin. Stanna shades, rauðu Gatorade, Maradona ég steik fyrir og eftirleik. Duttu skítur en drastir reynd, hustle face, bísur heim. Smell og dreif og þetta í sleik. Fóta pappa, stráka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég svo self-made. Ó nei homie, ég svo self-made. Ó nei homie, ég svo self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingur og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingur og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingur og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingur og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Hollið mitt á dolly, all in á molly. Bent fýrar í tonni, en ég dett bara í rommið. Stífbónu fjósinn, fyrir stefnumótið. Við óhreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn, því þjóðinn vill tónin. Og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin. Fuck það, þeir eiga ekki jack, þetta rockbar. En þeir eiga ekki jack. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Ríkilega flott lag hér frá Rottweiler-hundum. Þú veist, heitir það. Bítið alveg geggja. Þetta vinnur okkar Lullmaster sem sé. Það Lulli? Lulli Hann Rottweiler. svaðalegur. Lulli snillingur. Hann var alltaf með okkur í Öddu og Sveppa. Sáum allt þar, strákurinn. Og já, þú kallar hann eins og púluhund því hann átti erfitt með að halda í okkur strákan í London eins og mástu. Já, gleymið aldrei. Hann vildi fara heim og sofa. Eins og smástelpa. Nei, ekki Öddu og Sveppi. Þú ert púluhundur! Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blöð, steytist í Lagi á leiðinu heim sem er hér á eftir. Ertu búinn að velja? Ég er búinn að velja Lagi á leiðinu heim, þú eru mjög ánægð með það. Það er eins gott sko. Ég er farin að hugsa svolítið mennina sem eru með mig þegar ég vel Lagi á leiðinu heim. Eins og í gær þá var Pétur, hann dýrka 50 Cent, en ég valdi hérna 50 Cent og The Game, setti þá saman. Dýrkar Pétur 50 Cent? Mama coming up in this world. Ha? Dýrkar hann 50 Cent? Ja, hann er 50 maður, hvað, hefur það farið fram hjá þér? Að Pétur Jóhann fíli 50 Cent? Já, hann lítur alltaf út fyrir að fíla bara allt og veit ekki neitt og er bara einhvern veginn. Já, hann náttúrulega dansar á bara með hins skrýtna heims. En, sko, mér finnst lagið það, þú veist, mjög flott hjá Rottweiler-hundum. Já, þú veist hvað ég er eitthvað. Já, við getum, þú veist að því að við höfum nú gert lagið svo Crazy Bastard og sjáum hlug eitthvað svona. Ef við myndum hendi eitt alvöru rapplag einhvern tímann, við getum aldrei verið með svona texta. Nei. Það er bara eitthvað gjallingar á kúlum og veist, okkur kostar stykki svona mikið og eitthvað svona. Lekil. Já, þetta er ekki alveg fyrir barnastjörnur, svona texti. Nei, ég er ekki alveg þarna, sko. Nei, það verður frekar bara svona okkur kostar mjólkin 200 kall. Ég sagði ekki krakka hana alla saman. Sumarnámskeiðið er á enda.
Þórdís Katla með mitt á löpp. Nei, það er kannski ekki alveg, við þurfum ekki að vera að ræða börnin, en við getum ekki verið svona grófan texta. Nei, en það væri líka gaman að heyra rapplag. Maður hefur nú séð á netinu stundum svona gæjar sem að rappa eitthvað sem skiptir engu máli og ógeðslega asnalegt. Já, bara bíli sinn og eitthvað. Já, bara I got money in my pocket. I got $50 in my pocket. En rapplag verður náttúrulega flottari sem textinni, sko. Já, þetta snýst aldrei hann. Já. En það er ekki þannig, sko, veist að því að yfirleitt skilur maður ekki orðaðið sem þessi menn er að segja, sko. Já, en maður hlustar. Við rapplöðu, þú var að hlusta. Já, en eftir hvað hlusta á rapplöðu? Já, ég var að hlusta á hann á textan. Já, maður heyrði svona eitt og eitt orð og svona, já. En svo ætlaði nú að segja þegar þessi innkoma var að byrja. Það er kona hérna í Pennsylvania, í Bandaríkjunum, og hún er 45 ára, en hún vil meina að hún sé vampíra. Hún drekkur alltaf 2 lítra blóði. Þetta er eiginlega ógeðslegt. Já, hún vil meina að hún styrkist við það og sko hún sker bara á pókanu. Hún stelur úr blóði, hérna blóðspítala. Blóðbankanum? Já, blóðbankanum og sker bara í þá. Hún drekkur blóðið og segir að það fá hún til að líða I feel stronger and healthier, skrifar hún hér, eða segir hún hér. Já, ok. Hvað er að svona lið? Þetta er bara búið að horfa mikið á Twilight. Hún er Twilight aðdáandi. Já, sjálfsögðu. Já, við veit það. Bara að horfa á einhverja úlinga að vera að hlaupa skóginn og fara svo að drekka blóð. Nei, hvernig getur hún farið inn í blóðbanka og stóli blóði bara? Kannski með eitthvað liðið með sér í því sem eru vampýrur eins og hún. Líka sko að þú ert vampýra, þá átt ekki að vera út á daginn og eitthvað svona, þú ert bara á nóttinni. Það er ekki nóg að drekka bara blóð til að vera vampýra. Nei. Já, fyrir utan bara allt annað líka. Þetta er svo heimst, ég nefn ekki að ræða þessa konunni sinni. Jú, ræðum hana, það er slaka á. Fyrir mitt lag og svo er það lægaleginni heim. En hvernig veit maður? Hvenær veit maður? Trúir þú á eitthvað annað en mannfólk? Ég trú ekki á vampýrur. Það er nokkuð ljóst. Svaraðu spurningunni. Ég trú ekki á vampýrur. Trúir þú á eitthvað annað en mannfólk? Já. Hvað? Ég trú á Trúir á álfa? Trúir á Jesú? Já. Það eru jafn mikla líkur á að Jesú hafi verið til og vampýru, sko. Jesú var til. Það er nokkuð ljóst. Hvernig veistu? Það er bara, hvort sem hann er upp í himnaríki er svo annar mál. Himnaríki? Já. Jesú var til. Það var til einhver gæi sem að var, og svo, veist. Trúi ég á álfa? Hvað er þetta? Nei, ég trúi ekki á álfa. Trúið þú á álfa? Ég? Já. Nei. Hvað trúir á? Ég trúi sjálf á mig. Hér upp á hlæðan Sjöppa. Það er ömurlegt lag. Ég vissi að þú verður ekki aðdáðandi. Þú vart ekki að fara svo langt að segja algjört drastlsverðir. Fullt af fólki sem var að núti sem fílaði þetta. Já, mér bara gæti ekki verið meira sama. Nei, þér á ekki að vera sama. Nei. Þú veist að vinna hérna í útvarpinu, F957, topptónlist. Já, en ég er maður sem segir sannleikann. Já, það steytist í lagi á leiðinu heim og þú verður mjög ánægð með það. Já, það er eins gott. Ég þekki þinn tónlistarsmekk. En það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur Sveppa í dag. Rikki G var einmitt að detta hérna í stúdíóið. Og hann verður með ykkur til 9 í kvöld, helfeskur. Geggjar í peysu. Svona einhver köpplótt eitthvað. Það var flott hjá hann. Já, hann er alveg svalur. Já. Ég er alveg búinn á þeim. Já, þetta er búið erfið vakt með. Og ég minna að þáttinn á morgun þá mætir Hjöppi hingað til mín. Við verðum, frá 4 til 6 eins og alltaf, 50. Hjöppi Fokkfisk kemur 2 á morgun. Já, hann á eftir að biðja þetta lag sem við vorum að spila, She Makes Me Go. En það eru þeim með mjög ólíkan tónlistarsmekk, þú og Hjöppi. Já, hann og Gils eru í þessu danskjaftaði. Þeir eru svolítið þar, er það ekki? Já, þeir eru í svona En af hverju er það? Fylgir það því að þú lyftir þungum hlutum, þá leiðist þér, þá finnst þér vond tónlist góð? Ég veit það ekki. Nei, það er fullt af fólki sem fílar þessa tónlist en er ekki að lyfta þungum hlutum. Ég held að, nei, ég held að það tengi. Það er komið á lokum. Svo gaman að sjá þér reyna að svara þessari spurningu. Já, þetta er bara astnaleg spurning. Veistu út af hverju það er? Að ég er astnalegur. Og veistu hvað? Mér er alveg sama. Já, þér er sama og þú er astnalegur. Það er komið að lægin á leiðinni heim. Já, ég er svolítið spenntur. Já, þú verður mjög ánægð með það. Ég þekki það vel. Og já, ég ætla bara að segja hérna eina línu. Og þá átt þú að segja hlustendum. Þetta er svona Gettu blöð. Þetta er lína og kvikmynd. Ok. You met me at a very strange time in my life. Ooh, baby, take it away, Pixas. Takk fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur. Við heyrumst á morgun.
Vonandi að þau gaman að. Við höfum gaman að strákanir allavega. Hellingur að vera. Takk vel að drikka. Hann mættur hér við mikrofónu. Ég vil heyra allt. Morgunþátturinn Mario. Virka morgna 7 til 10 Á FM 957. En það komið á því. Komið að því? Já, það komið að því. Það komið að Chuck dagsins. Það komið að Chuck dagsins og hann rándýr í þetta skiptið. Ertu tilbúinn, Sverrir Bergmann? Ég er tilbúinn. Chuck Norris át einu sinni heila köku áður en að vinir hans gátu sagt honum að það hefði verið strippari í. Rándýrt. Það rosalega. Hérna kemur önnur, veistu hvað Chuck Norris hefur tekið margað arbeið? Nei, það veit ég ekki. Nei, allar, Sverrir, allar. Einu viðbót síðasti Chuck dagsins, en Chuck Norris, hann á ekki hús. Hann labbar inn í random hús og fólk flytur. Morgunþátturinn Mario. Í boði tölvulistans. Fartölfur, spjaldtölfur, borðtölfur og allt sem tengist tölvum. Í stærstu tölvuverslun landsins. Tölvulistin. FM 957 og Carlsberg kynna Where is the party? Á Akureyri. Við hittum upp fyrir Axel tónleikana sem verða í Svíþjóð 31. ágúst og sláum upp nokkrum partíum í sumar. Nú komið að Akureyri. Where is the party? Á Pósthúsbarnum á Akureyri næsta föstudag. Plötusnúðar frá FM 957 og auðvitað allt löðrandi í Carlsberg. Fylgstu með á FM og meldu þér í miða. Where is the party? Þetta kallar sko á Carlsberg. Shell og bílaklúbur Akureyri að kynna. Shell bíladagar 2013, dagana 14. til 17. júní á Akureyri. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut. Götuspyrna, drift, Auto X, Burnout, græjukeppni og bílasýning. Tryggðu þér miða á næstu þjónustustöð Shell eða á heimasíðu bílaklúbs Akureyrar á ba.is. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. Vilt þú komast í partí ársins með Axwell úr Swedish House Mafia 31. ágúst næstkomandi? Taktu þátt í Where is the party leiknum á Carlsberg.is og þú komin í pottinn. Welcome to the Google Intern Competition. Mix kynir sumarsmellin í ár. I have an idea. The Internship. You take a photo. You put it out there on the line. Online? On the line. When you say on the line, you mean online? Yeah. Komin í bíó. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasala á aukasýninguna hefst á morgun klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Segjum sögur á stærsta farsímaneti landsins. Sendu söguna þína á segjumsögur.is og skemmtu þannig vinum þínum og landsmönnum öllum, auk þess að eiga möguleika á veglegum vinningum. Vertu í sterkara sambandi. Síminn. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu, því þá færi ég líklega aldrei út húsi. Hlöllabátar ávannabindandi unaður. Silk Hydration, rakakrem og sólavörn. Nýtt frá Hawaiian Tropic. Stöð 2 kynir nýja þjónustu fyrir áskrifendur úr smiðju OS. Stöð 2 hvar sem Náðu í appið á stöð2.is og byrjaðu að njóta. Sjónvarp framtíðarinnar á Stöð 2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tónlistarstöðin FM